Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þessa þáttar Silja Dögg Ósvaldsdóttir, framkvæmdastjóri bókhaldsfyrirtækisins Fastlands. Velkomin Silja, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Heyrðu, við erum sest til að ræða hérna ársreikninga og hvað þeir eru og hvað þeir þýða en áður en við dýfum okkur í það, þá mættir aðeins segja mig frá sjálfur þér og þínu fyrirtæki. Já, ég datt nú kannski svona óvart inn í þetta. Ég er búin að vera samt í fyrirtækjarekstri síðustu 25 árin cirka. Já. Tengdamóðir mín var mikil businesskona og kendi mér svona það sem ég kann í rauninni. Var svona mín fyrirmynd. Ég byrjaði að vinna 10 ára, ég fór að bera út blöð þegar ég var bara smákrakki og maður bógraði undan mokkanum í öllum veðrum og náði sér þannig í smá neyslufé. Já, þegar mokkin var hérna 140 síður eða eitthvað. Já, og næstu hver einasta íbúð í blokkunum í kring var áskrifandi, sko, þannig að svo ertu maður náttúrulega líka að labba á kvöldin og rukka og bera ábyrgð á öllum þessum peningu sem maður var innheimta og fara svo í strætónir í aðalstræti og skila hýrunni. Þú myndir aldrei senda 10-12 ára gamalt barn með fulla vasa peningum niður í bæ að skila peningum. Nei, einmitt. Þannig að það voru aðeins öðruvísi tímar en hérna... Þannig þú hefur verið með peningar svona, hvað maður að segja, á milli handana þegar það verið hér Já, ég pappa og mamma hvöttu mann alltaf til að hugsa vel um peninga. Já. Og ég man til dæmis að ég fekk fullt af peningum í fermingagjöf og ég fermdist bara 12 ára af því ég var ára undan í skóla. Ég fór og keypti mér hústjald fyrir fermingapeningin að hluta til af því að mér var svo rosalega gaman að fara í útilegu. Í dag þoli ég ekki að fara í útilegu, ég freka að fara í hótel og spa sko. En þetta var svona, já. En ég veit ekki hvort að maðurinn minn alltaf sammála því ég kunni vel að fara með peningana því að ég er betri að hugsa annar manna peninga heldur en mína. Já, mér stóða gaman að kaupa með fött og fara til útlanda og spreða en ég er ágætt í business. Akkurat, það er margt sem hægt er að gera við þetta, þannig að það er bara besta mál. Maður hefur þróast svona úr því að vera bara í almennu rekstri og tengdamamma var með verslun. Já. Ég byrjaði þær bara í bókhaldi og svo fjármálastjórn og svo framkvæmdastjóri þegar hún hætti. Hvaða fyrirtæki var þetta? Þetta var Völsteinn, vorum með húsbarnasaumavélar og fönduvörur og var svona gamall, eða svona eiginlega arfleið af Gunnar Áskísinni fyrirtækinu í gamla dag. Okay. Það var semst fjölskyldu fyrirtæki, tengdamömmu og þannig að húsbarnaumbúið og það kemur þaðan. Þannig að maður starfaði þar í 13 ár, þangað til að við seldum það fyrirtæki og þá fór ég að vinna hjá Álnabæ í ár og síðan fór ég til Virtus í svona bókhald og uppgjör. Kynntist þar meira þessari vinnu sem að ég er að gera í dag. Akkurat, sem er einmitt fyrirtæki sem þú rekur í dag. Já. Og stofna Fastland sem sagt 2009 og með 3 viðskiptavinni sem í dag telja 200, svona sennilega hátt í 400. Ok, vá. Hefur stækkað og dafna bara vel. Það er ágætis vöxtur á þessum tíma. Já. Þannig að, og það er svona þitt svona, hluti af þínu brauði og smjöri í vinnunni eru ársreikningar. Það er eiginlega það sem ég sinni næstum eingöngu. Ég er alveg hætt að bóka sjálf nema bara Fastland. Já. Ég sé það sjálf. Hafa yfirsýnina þar. Já. Það er mikilvægt. Já. Mjög mikilvægt. Þetta fyrirbæri, ársreikningar, þetta er svona kannski... Hvað maður að segja, við í þessum þáttum fókusum að jafnaði fyrst og fremst á svona fjármál einstaklinga og hvað fólk getur gert til að taka svona kannski sinn persónulega rekstur fastar í tökum og hvernig það getur náð betri tökum á fjármálum fyrir sjálft sig. En ársreikningar eru mjög mikilvægt tól og sérstaklega fyrir fólk sem einmitt bara velta fyrir sér rekstri eða er hugsanlega komið á þann stað að vera að horfa á einhverjar fjárfestingar í fyrirtækjum og eitthvað svoleiðis, að þá er mjög mikilvægt að geta lesið úr ársreikningum, bara eins og að lesa, ég veit ekki, úr svona einhverjum fræðiritum eitthvað svoleiðis. Það er ákveðin list að skilja þetta. Já, fyrir suma er þetta algjört torf og margir sem að vita ekki hvað snýr upp og niður á honum og svo er bara orðið svo algengt í dag að fólk
það er orðið svo mikið algengt að fólk að fara sjálfstætt í rekstur og það kannski kemur eitthvað tækifæri að því býðst að kaupa tískuvatarverslun eða snyrtistofu eða eitthvað og þá byrjar maður á því að segja fólkinu að fá að skoða síðast ársreikning og fara yfir hvernig reksturinn stendur og fólk kemur með hennan ársreikning til mín og segja ég veit ekki hvað þetta þýðir, þú verður að segja mér á ég að kaupa þetta fyrirtæki eða ekki. Þannig að og þá hringi allar fjöldur og segja bara ég get ekki sagt það hvort það er ekki það ég hef alveg sendt fólk tilbaka og sagt bara þú ert ekki að fara að kaupa þetta eða þú ætlar að fara í þennan rekstur og getur tekið við fyrirtækinu eða þú ert ekki að fara að kaupa þessa kennitölu, hún er handónýtt sko. Og það er svona og það er ársreikningurinn er líkilatrið að sjá hvernig rekstur gengur hjá fyrirtæki og bara sjá hvort hann standi undir sér eða sé raunhæfur sko. Og ársreikningar þeir voru þangað til bara var það ekki áramótin að það var kyrfilega haldið utan það og þú þurftir að borga fyrir að fá aðgang að þeim en það hefur ég held nánast öllum bara til mikillar gleði ég segi nú ekki öllum sem hafa áhuga á þessu breyst, nú getur þú sótt ársreikninga hjá nú getur þú sótt hvaða ársreikning sem er og þetta er mörgum rekstraraðilum ekki gleðiefni því að þetta er náttúrulega svakalega miklar upplýsingar sem að þarna liggja og fyrir fyrirtæki í miklum samkeppnisrekstri er þetta ekkert voðalega praktískt. Þú tekur kannski eina kvenfataverslun og ætlar að skoða allar hinnar sko. Þá ertu mjög fljótur á því að bara þetta er bara viðkvæmar upplýsingar fyrir marga. En þetta er allt saman opinber gögn og aðgengilegt bara á vef á vef skatturinn.is og það er kannski eitthvað sem að hlustendur ættu að nú að setja sig í starttólur eða vilja taka þátt í svona, ég segi ekki gagnvirkum þætti, þetta er mjög langt frá því að vera gagnvirkt, þetta er allt saman línulegt en við ætlum til að útskýra það hvernig ársreikninga virka, við ætlum að taka fyrir ársreikninga hjá 2 félögum og bara svo þetta eru KFC og kjúklingastæðurinn í Suðurveri. Hvað kom til að þú laðið til þessi ársreikninga? Ég var að tala við dóttur mína sem er 30 og er í sama brans og ég vinnur hjá mér og gaman segja frá því að hún varð mamma í fyrradag til hamingju með það það bara varst þú amma í fyrradag líka? Já, en í annars skipti ég 2 ára líka þannig að það var mikil hamingja þannig að hún er komin í fæðingarólu en ég þurfti að hringja hana þegar ég var að fara í þennan þátt til að vita að því ég veit að það er svo mikið ungu fólki sem hlustar og með vantaði að finna fyrirtæki sem að unga fólki myndi tengja við. Það var ekkert spennandi að fara í Samherja eða Brim eða einhver olíufélög eða eitthvað. Tryggingafélög með rosalega flókin hugtök. Já, þannig að að hafa langflestir borðað KFC og kjúkling frá Suðurveri þannig að fólk er kannski auðvelt með að tengja við bara þessi fyrirtæki selja kjúkling og ekkert annað. Þannig að það er bara svo það er einn ástæðan fyrir því að við veljum þessi fyrirtæki, þetta er aðgengilegt. Mér datt í hug símafyrirtækin en þau eru öll svo stór, það er alltaf endurskoðaðar ársreikningar en þarna gat maður borið saman sama rekstur en annar endurskoðar en ekki hinn. Akkurat og þetta er fyrirtæki í svipuðum rekstri, annað kannski aldrei umfangsmeira en hitt en breytir því ekki að þetta er bara kaup á vöru og þjónustu þar sem kjúklingar og matur eru undir þannig að það er allt saman aðgengilegt og ársreikningarnir við setjum það inn á vefin okkar samhliða útgáfu þessa þáttar það er á webnum leip.is það er leip.is en það sem meira er að þessir ársreikningar eru líka á vef skattsins og ég hvet fólk og svo ég vilja sjálfsögðu að fólk kíkja inn á leip.is að ef fólk hefur ekki gert það áður ef hlustendur hafi ekki prófað þetta að fara inn á skatturinn.is og velja þar í stikunni fyrirtækjaskrá og slá þar inn bara nöfn þessara félagana, kjúklingastæðurinn Suðurveri EHF eða KFC EHF og sækja þess ársreikninga. Þetta er bara netverslun í rauninni, þú bara setur það þarna í körfu og tekkar þið út, þú þarft að setja netfangið þitt og þeir senda þér í tölvuporti og þú getur farið að setja þetta bara beint í downloads möppuna hjá þér og þá ertu búin að sækja þinn fyrsta ársreikning þannig að ég bara, til þess að dýpka þessa upplifun, ef ég getur kallað það svo að fara í gegnum ársreikninga, þá bara hvet ég til að pása þáttinn og fara í gegnum þetta, það er skatturinn.is og smetla á fyrirtækjaskrá og sækja ársreikningana og þetta kostar ekki neitt
Nei. Þannig að það er bara gera það núna og tekið svona þykistu 1 sekundu pásu og við byrjum aftur og höldum áfram með þessa reikninga. En já, bara svona recap, hvað er ársreikningur? Ársreikningur segir basically bara hvað gerðist hjá viðkomandi fyrirtæki á árinu. Já. Maður getur oft hort á rekstrarreikningin eins og kvikmyndina, bara hvað gerðist á árinu, á meðan að efnahagsreikningurinn er eiginlega ljósmyndin af því hvernig fyrirtæki stóðum áramót. Ok, og þetta eru skulum brjóta niður þessi hugtak, rekstrarreikningur og efnahagsreikningur. Hvað er þetta? Rekstrarreikningurinn er sundurliðun á tekjum og gjöldum og síðan kemur þá þarna inn fyrningar, fjármagnskostnaður og tekjuskatturinn. Það er uppistaðan í rekstrarreikningnum. Efnahagsreikningurinn skiptir svo annars vegar í eignarhlið og skuldarhlið og eignirnar er bara staðan á bankareikningi ef að fyrirtækið á áhöld og tæki og bíla og fasteignir og þess að þar. Og viðskipta kröfurnar eru þá allar á eignarhliðinni og skuldirnar. Og skuldirnar eru þá á skuldarhliðinni ásamt eigifé og hlutafé. Já, sem ég er ekki nógu klár til áttamann af hverju er alltaf gert að fá útskýring á því bara þegar við förum í það. Hvers vegna það eru 2 tölur sem eru alltaf jafnháar og maður hefur þetta getur ekki verið tilviljun. Það er einhver vísindi á bakvið þetta. Ársreikningurinn stemmir ekki nema eignarhliðin og skuldarhliðin sé eins. Því að allt sem þú átt á annarkvort ertu með sterka eiginfjárstöðu á móti eða skuldar hreinlega allt sem þú átt. Akkurat. En ef við þá ekki bara að dýfa okkur í fyrri ársreikningin sem er ársreikningur Kjúklingastaðarins Suðurveri og þetta er ársreikningur fyrir árið 2020, síðasta ár og það er kannski rétt að geta þess að ársreikningur KFC hann er fyrir árið 2019 þannig að við erum ekki alveg að horfa á sömu hlutina. Nei. En þetta eru einmitt bara reikningar sem að gefa bara nokkuð glögga og góða mynd af þessum fyrirtækjum. Við byrjum þarna á því sem heitir ársskýrsla stjórnar á blaðsíðu 2. Hvað er þetta? Þetta er bara stjórnin sem að þarna listar uppgjörsaðili venjulega upp fyrir hönd stjórnarinnar hvað upplýsingar fyrirtækið, hverjir eru hluthafar, stundum kemur þarna fram hverjir eru stjórn, þarna kemur fram afkoma ársins, hverjir eru eignir og skuldir félagsins og hvenær uppgjörstagurinn er og tilgangur félagsins. Og þarna er í rauninni eins og þetta var í gamla dag að allir þurftu að hand undirrita ársreikningana. Núna er þetta allt orðið rafrænt og það undirritar eiginlega enginn nema það séu í stærri félögum og þess aftar. Já, ok. Þannig að þetta er bara gert í tölvunni eða í símanum. Já, fólk basically bara samþykkir ársreikningin þegar maður sendir þeim hann og síðan sendir maður hann inn, sko. Já. Og svo er á næstu blaðsíðu, þar er fyrirsögn sem að er áritun skoðunarmanns. Hér er svona fyrsta skoðunarmaður og endurskoðandi. Þetta er ekki sami hlutur. Nei. Það eru hverfandi fá fyrirtæki á Íslandi sem að þurfa endurskoðun. Okay. Þú þarft að uppfylla, þú hefur fulla heimild til að láta endurskoða ef þú ert með lítið fyrirtæki. En leið út komin yfir ákveðin stærðamörk sem að eru rétt 500 milljónir í veltu og 200 milljóna eignarhlið og fleiri en 50 starfsmenn. Þú ert að uppfylla 2 skilyrði af 3. Þá ertu skyldu til að vera með endurskoðan ársreikning. Og þetta er ekkert mörg félag á Íslandi eða hvað? Nei. Ekki þannig? Nei. Þannig að en mörg stór fyrirtæki og sérstaklega fyrirtæki sem er í einhverju samsteypu og er að gera svona samstæðu ársreikninga og er í viðskiptatengslum og eignatengslum. Það fer venjulega í gegnum endurskoðendur. Þannig að þegar hlutinir eru orðnir flóknir þá er það endurskoðað. Það er svona kannski þegar þú komum með meira umfang en þú veist basic fyrirtæki eins og bara lítill matsölstaður eða lítill verslun eða lítill galleri eða eitthvað hann þarf ekkert endurskoðan ársreikning og þá ertu bara með skoðunamann eða bókara sem hreinlega gerir upp fyrir þig. Já. Og það er einmitt það sem segir hérna bara skoðunarmaður segir hérna þetta er eins og þetta á að vera. Já. Svona, það bara við náttúrulega bara í minni vinnu við vinnum upp úr bókhaldi félagsins. Einmitt. Við sjáum allar afstemmingar þannig að
eftir því sem að við best vitum eru öll gögn komin inn, það allur banki afstemdur, þannig að það nákvæm tala í bókhaldi sem að bara stemmir við ársreikning og kröfur og skuldir. Þannig að og við kvittum upp á það sem skoðanamenn að ársreikningurinn sé byggður á bókhaldi félagsins sem við tökum enga ábyrgð. Nei, ef það vantar eitthvað í bókhaldið eða eitthvað er ekki gert rétt ef við fengum ekki upplýsingar eitthvað sem ekki með þá getum við ekki tekið ábyrgð á því. Nei, einmitt. Þannig að það aftur á móti dettur inn þegar þú komið með endurskoðun og kröfuna að það farið miklu díteilegra onni og meiri kröfur, meiri skildur. Okay. En svo strax á næstu síðu, þar erum við þá komin svona daldið inn í ársreikningin sjálf. Þarna eins og talar rekstrarreikningur 31. desember 2020 og þarna blasa við okkur svona, til freka í rauninni ekkert sérstaklega flóknir hlutir, þetta er bara tekjur, þetta eru bara það sem fyrirtækið hafði í tekjur. Og í þessum rekstri þá náttúrulega bara ein tegund af tekjum, þú ert bara að selja veitingar. Og þarna getur oft verið, ef þú ert með öðruvísi fyrirtæki, þá getur þú verið með einhverja svona almenna rekstratekjur, síðan getur þú verið með einhverja tilfallandi tekjur, til dæmis eins og gefum okkur bara lögmaður sem er með fyrirtæki utan sinn rekstur, hann er kannski með tekjur sem er bara lögfræði þjónusta, svo tekur hann að sér að vera stundakennar í háskólanum líka og þá er hann komið með kannski kennslu, þá myndir þú sundurlega það væntanlega í tekjuna og ef þú lendir í tjóni þá færðu kannski einhverja tjónabætur, þér ber að taka þær út fyrir svega því að það er ekki hefðbundnar rekstratekjur, þeir eru tilfallandi. En í þessu tilviki þá er bara að vera að selja kjúkling og rosa þægild, bara ein lína. Já, bara ein lína, tekjur. en tekjur segi ekki allar söguna, tekjur eru það sem kemur inn, svo er næsti flokkur, það eru gjöld. Já. Og það er þá? Það er bara aðföngin, það er náttúrulega í þessu tilviki kjúklingurinn og allt sem á honum fylgir, væntanlega umbúðir og allt sem þú þarf til að framleiða þinn mat. Starfsfólk og leiga það er ekki það. Nei, það kemur laun og launatengd gjöld. Já, fyrst er að vörunotkunin er bara vörukaupin, umbúðir og ef þú ert með eitthvað birgðahald og þess áttar sko. Síðan koma þá laun og launatengd gjöld, síðan þessi almennir ekstrakostnaður sem er þá stjórnun, húsalega, sími og net og allt sem því fylgir. Og ef þið sjáu þarna eru sundurliðanir 1, 2, 3, 4 að aftast í ársreikningnum er sundurliðun á hverjum lið fyrir sig, þannig að tekjurnar eru sundurliðaðar, vörunotkunin er sundurliðuð. Þannig að það er þetta að fara. Þannig að þið getur farið bara á öftustu síðu og þá sjáu þið að vörunotkunin skiptist í vörukaup bæði í 24% og 11% skattþrepi. Akkurat. Og svo umbúður og sendingakostnað og svo birgðabreytingin. Og þarna er greinilega bara einhver stöðlu tala sem er bara birgður áramóti eru bara 500.000 og er engin breyting á yfir árið. Nei, einmitt. Þannig að vörunotkunin er. Og þannig ertu komið með svona í rauninni bara svona grófa mynda af því hvernig fyrirtæki gengur. Já. Með þessu í rauninni með ekki það eru þetta meira þannig inni eins og þau sem eru að horfa að sjá bara þannig eru fjármagnstekjur og gjöld og svo er það sem heitir ráðstöfun. En þetta tvendið er það sem skiptir kannski mestu máli. Tekjur og gjöld. Já, og tekjur og gjöld er náttúrulega það sem skiptir mestu máli. Það þarf náttúrulega að vera samhengi þarna milli. En það sem er rosalega gott að horfa á og sérstaklega ef fyrirtæki er að selja vörur að fylgjast með framleiðinni sinni. Framleið? Já. Það er til dæmis og horfir á þennan ársreikning að þannig verða að velta vörunotkuninni cirka 3 ára á ári. Þess að vörunotkuninni 41 miljón og seld vara á þjónusta 127 sem að þýðir að þú ert með cirka 3 í álagningu á vörunotkuninni. Einmitt. Já. Og það þarf þá að duga fyrir launum og launatengdum gjöldum og öðrum rekstrarkostnaði. Þess vegna eru hlutir ekki seldir á kostnaðarverði. Það þarf að borga starfsfólki laun og borga leigu og borga fasteignagjöld og allt svoleiðis. Ef þú myndir taka þetta bara svona berstrípað og segja að vörunotkunin væri eingöngu kjúklingur og engar umbúður og ekki neitt, bara plain kjúklingur,
að þá væri að kaupa kjúklingabringun á 500 kall og selja hann á 1500. Akkurat. En það þýðir ekki að þessi 1000 kall sem er hérna á milli, það sé bara hreinn hagnaður, það er framlegð. Já, það er framlegð. Því svo kemur liður hérna hagnaður eða tap án fjármagnsliða. Og það er þá, svo tala það eru tekjurnar mínus gjöldin. Já. Þannig að í þessu tilviki 6,6 milljónir í hagnað og síðan koma þá fjármagnsliðirnir upp á rúmar 2,5 miljón sem að þýðir að þau enda þannig 4 milljóna króna hagnaði. Já, einmitt. Og af því berðum að greiða 20% tekjuskatt. Akkurat. Og þessi, í þessu sko, þegar farið er í þessa tölur, þá er oft talað um það sem heitir EBITDA á útlensku, sem stendur fyrir Earnings before interest, taxes and amortization er eitthvað fyrir, ég hef aldrei komist alveg upp á læna. Þetta er sem sagt afkoma fyrir fjármagnsliði, tekjuskatt og afskriftir. Já. Þannig í rauninni það sem línan segir hagnaður eða tap án fjármagnsliða, það er eins og kallega EBITDA. Já. Af hverju er hort svona mikið á hana þegar verið að horfa á þess hvernig fyrirtæki gengur? Þessi þarna hagnaður tap án fjármagnsliða, þarna er fyrningarna samt sem að það komnir inn. Já, ok. Þannig að þetta er eiginlega EBIT. Þetta er EBIT, já. Og þetta er svona það sem gefur yfirleitt vísbendingu heilbrigði rekstrarins. Já. Hvað er að sitja eftir í körfunni því að þú stýrir því svolítið sjálfur með því hvernig fyrirtæki er fjármagnað, hversum hár fjármagnskostnaður þinn er. Og svo fer það bara eftir fjárfestingum hvort þú ert með háa fyrningar eða ekki. Akkurat. Þannig að þetta er mikilvægt tala til að horfa. Já, og oft er þessi tala notuð þegar það verða að kaupa og selja fyrirtæki að ef þú ert að kaupa kennitölu sem er í einhverjum voða sexy business þá ertu kannski að kaupa félag eða EBITDA sinni 5 á meðan að það er fyrirtæki sem að veltir er með lága marginu að þá kannski EBITDA sinnum 2. Þannig að fer svolítið eftir hver er hugsunin? Þetta er í rauninni þeir eru yfirleitt áhættusamara sem eftir því sem að businessin er áhættusamari því læri kaupstöðl, má ég segja. Þannig eftir, já, ok. Og þá í rauninni, ef veltan er mikil og þessi tala er lág, þá... Þú getur alveg verið með, alveg 500 milljónir í veltu, en þú ert með 500 milljónir í kostnað líka, þá er náttúrulega engin EBITDA. Akkurat. Þannig að þá er rosalega lítill hagur að kaupa þannig rekstur að þú ert ekki að fara að fá neitt út úr honum. En 500 milljóna velta og kannski bara 400 milljónir í gjöld. Það hljómar strax mjög vel. Já, með 100 milljóna EBITDA að þá ertu kannski að kaupa það félag á sinnum 2. Já, ég skil. Þannig að þetta er svona, þetta er engin svona vísindi, þetta er mjög svona, þetta er svolítið list. Þetta er smá list og fyrirtækjamiðlarar þekkja bara mismunandi bransa. Já. Og svo held ég að sé bara svona eftir í hvaða bransa þú ert. Hvernig félagið er metið og hver arðsemin getur verið út úr ekstra. Þá erum við komin svona langleiðina í gegnum rekstrarreikningin. Það er kannski þessi ráðstöfun. Hvað er þetta? Satt að segja, veit ég það ekki alveg. Ég er ekki vön að sjá þetta á forsíðun og rekstrarreikningi. Nei. En yfirleitt bara kemur fyrir neðan tekjuskatturinn og svo bara niðurstaðan, hagnaðar tap ársins 4.095.000. Ég veit ekki af hverju þetta er tekið svona niður fyrir. Nei, ok. Sjáum kannski hvernig þetta er gert svo í hinum ársreikningum þegar við rennum okkur í gegnum hann. En svo erum við þá komin á 50 síðu sem er efnahagsreikningur. Já. Við erum alveg að fara djúpt í fræðin strax eftir sumarfrí. Það er engin miskun gefin. Þetta er þessi ljósmynd sem þú talar um. Já, þetta segir bara hvernig fyrirtæki stóð nákvæmlega áramót og langt flest fyrirtæki gera upp með áramót og er bara almanaksárið. Þannig að ljósmyndin sýnir bara stöðu áramót og þarna ertu með handbært fé á banka sem er það sem liggur á banka og í sjóði, peningar í kassa og þess aftar. Síðan er þessi fjármagnstekjuskattur, hann venjulega bara kallar aðrar kröfur. Svo eru bara byrðirnar og það sem er ókomið inn frá kortafyrirtækjunum áramótin.
þannig að þetta er það sem að kallast veltufjármunir. Þetta er það sem að þú getur sko annarkvort breytt í pening eða verið með handbært á stuttum tíma. Síðan er það fasta fjármunir sem að er það svo út með fast til lengri tíma í tækjum, áveldum bílum, fastegnum sem að og saman mynda fasta fjármunir og veltufjármunir eignahlið efnahagsreikningsins. Akkurat, sem er þarna fyrir þetta ár 36.517.703 krónur. Og þá er það hvað maður að segja, leiðleikaflin það eru skuldirnar. Svo er það skuldarliðin. Já. Þetta þarf alltaf að tala saman. Já, og þetta er mjög ítarlegur ársreikningur, ekki? Já, það er bara, hann er mjög sunduliðaður, má vel að segja. Þetta er ágætis svona kennslutæki. Já, eiginlega. Og í flestum tilvikum væri þetta til dæmis þarna sem eru 6 línur í skammtímaskuldum væri þetta kannski venjulega bara 3-4. Já, þú væri bara með aðrar skammtímaskuldir fyrir sem sagt ógreitt vegna starfsfólks, ógreitt kreditkort og viðskiptaskuld við eigendur. Þú væri bara með það undir aðra skuldir og væri svo með sunduliðin í skýringunum á því hvað væri þar á bakvið. Og svo eru langtímaskuldirnar? Svo koma langtímaskuldirnar ef að félagið með lán eða fjármögnunarlán á tækjum og tólum eða bílum eða þess áttar. Og það sem að vantar kannski í þennan ársreikning að það ber að vera með sem sagt sunduliðin á næsta árs afborgunum á lánunum. Það á að vera greining á því hvernig næstu 5 ár skiptast í afborganir. Akkurat. Og þú tekur sem sagt næsta árs afborganir fara inn í skammtímaskuldir af því að skammtímaskuldirnar er það sem þú átt að greiða innan ársins. Já. Mér sýnist reyndar að það komi seinna. Ég veit ekki hvort að það eigi við þetta ef þú ferð þarna niður. Maður sjá þarna 5 langtíma lán, þetta er á blaðsíðu 9. Er þetta ekki það sem við erum að horfa á? Já. Þannig að þarna er þessu já, hérna er þetta sett inn en í rauninni ætti þetta koma líka fram hérna á skuldarliðinni sem í skammtímaskuldunum ætti að vera hérna lína sem að heitir næsta árs afborganir langtíma lána. Og hvers vegna er mikilvægt að þetta komið fram? Þetta þarf að vera sýnilegt bara til að þú vitir sem sagt ef að þú ert með rekstrareikning sem er bara í játnum og er ekki gefa sem sagt það er ekkit afgangs þá ræður ekki við afborganir af lánunum. Þannig að ef afborganir á næsta ári eru hærra en EBIT-an eða EBIT já, ef það er eitthvað verulegu vegur þarna á milli þá gefur það alveg vísbendingu að þú komið til með að lendi í lausafjárþröng nema þú ætlir að fara að selja eignir eða geti breytt lager í verðmæti eða nema þú gæti náttúrulega átt fullt af viðskiptakröfum og greiddum sem er að koma inn í janúar þannig að það er ýmislegt sem getur haft áhrif. Og þetta orð lausafjárþurrð þetta komst inn í íslenska svona almennilegin í íslenska þjóðarsálindi í hruninu og þegar lausafjárþurð þetta er þegar þú átt eignir en þú ert ekki með lausa peninga til þess að borga skuldbindingunni og peningarnir eru bara fastir í fasta fjármunum og það er sko, svo við tengjum þetta við kannski meira af einstaklingana það er það sem að þú munurinn á því að vera búin að greiða rosalega mikið inn á húsnæðislánum sitt eða vera með varasjóð sem að þú getur greiða já, bara eins og margir eldri borgarar er að lendi að þeir eiga kannski 100 milljóna einbýlishús skulda ekkert í því en eru svo að hokra á 200.000 króna ellilífeyri og hafa ekki efna á að gera neitt lausafjárþurð þeir eiga fullt af pening en hann er bara fastur og það var, ég held að það sé hægt núna það var eitthvað hjá Arion banka sem hét sko fastegnalífeyrir þá gat fólk fengið svona hálfgerðan yfirdrátt í bankanum bara með veði í húsinu sínu fekk bara borgað út úr þessum fastegnalífeyri inn á bókina sína kannski 100 áskall eða 200 áskall á mánuði bara til að það var eiginlega uppbót við lífeyrinn síðan þegar komaði að fólki lesta þá var bara þessi fastegnalífeyri gerður upp og það sem eftir stóð í fastegninni var það sem erfingjarnir fengu þannig að það hefur gert fólki kleift að lifa af já, fólk aðeins kannski notið sín sko, maður veitum allt og mikið að gömlega fólki sem bara hefur valla efnaði að kaupa jólagjafar handa börnum og barnabörnum sko og það geta verið þungskref að selja
heimili sitt, sérstaklega maður hefur verið í því í hálfa öld já, fólk, þú veist, þetta fólk fær ekkert greiðslumat, þú getur ekki farið á 200.000 krónu ellilífeyri í bankan og sagt ég ætla að endurfjármagna. Nei, þeir segja bara hérna, ekki, þú veist, þú ert ekki áborgunar manneskja fyrir þessu, en ef þú fær svona hálfgert kúlulán og fær bara greitt út úr í mánaðarlega og með veði í fastegni, þá sko, bankin ekki að taka neitt séns, hann bara lánaði penning. Þetta en ég held þessu að hætti með þetta. Okay. Þannig að það var ein kona hjá Arjónbanka sem sá þetta, ég held hún sé hætt. Og þá var prógraminu, það en þetta þú veist, ég veit til þess að þetta bjarga bara ansi mörgum, sko. Já, það getur verið gott þegar maður komin á þessi svona síðust lokametrana á lífslaupinu að fara að ganga á. Fólk þyrfti kannski að hugsa áður en það hættir að starfa, kannski upp úr 60 bara. Þú veist, hvernig sé ég fyrir mér elli árin, þarf ég að endurfjármagna húsnæðið mitt núna og meðan ég með tekjur og meðan ég með greiðslumat til þess að þú veist, þess vegna taka bara 30 milljón krónar lán og setja hann á bankabóka því ég ætla að nota það þegar ég er 67 og hætti að vinna, sko. En þú ferð ekkert á bara basic ellilífeyri í gegnum greiðslumat og bankin segir bara jú, frábært. Og þetta er eitthvað sem fólk kannski eins og með svo margt gerir sér ekki grein fyrir of seint. Nei, þannig að ég til dæmis tek bara nærtækt dæmi að ég með starfsmann hjá mér sem 65 ára, hún alveg farin að spá í þessu og hún þarf að fara í gegnum, koma sér í það húsnæði sem hún ætlar að vera í seinni partin af æfinni og vera búin að fjármagna sig áður en hún hættir. Því að hún veit alveg að hún fer ekkert í gegnum greiðslumat með lífeyrissjóðans. Það lífeyrissjóðakerfi, það er ennþá svona ná í skottið á sér. Hvað þetta var, fólk sem að fara á ellilífeyri í dag, það var ekki byrjað að greiðin í lífeyrissjóð. Nei, séreignarsparnaðurinn líka bara að kikka það svo seint inn, sko. Akkurat. Og þetta er líka, svona, svo við höldum áfram í þessum útúrdúr sem bestu útúrdúrarnir alltaf langskemmtilegasti, að það er svo, það sé að verða breyting, eða ég vona það sé að verða breyting í íslenskri þjóðarsál og meðal svona, kynslóðana sem að koma á undan og eru á svona, á lokametrunum, hvernig maður orða það snirtilega, bara fólk sem er komið hérna, og yfir 70 kannski, að það var svo ríkur tendens að skilja eitthvað eftir fyrir erfingjana. En ég held að það sé svona kannski eitthvað sem að fólk þarf að svona endurstilla svolítið. Þú veist, ég vann í banka í gamla daga, semst eftir Verslunarskólann og fór ég að vinna hjá Íslandsbanka, eða iðnaðarbankanum sem breyttist svo Íslandsbanka. Þar komu reglulega aðalega konur til að athuga hvað var mikið inn á jarðafarabókinni. Það var bara sér bók, bara þú veist, á ég ekki örugglega fyrir útförinni, hvað á ég mikið inn á henni. Þannig að það var alltaf verið að spara fyrir því að vera ekki íþingjandi fyrir börni sín þegar að þessu kæmi, að það ætti fyrir sko greftruninu og legsteininum og hérna, svo erfingjandi fengunum sitt. Sem er svo rík hugsun að því bara fyrir ekki nema kannski bara litlum 100 árum eða svo að þá hafði fólk enga möguleika til að safna sér neinum eignum gegnum æfina, það lifði bara meðan það gatt, svona það sem maður kalla næstu því hand to mouth, þú bara lifðir veturinn vonandi og svo safnaðist ekkert upp, en þetta er bara blessunlega fyrir bara stóran hóp, að sjálfsögðu ekki alla, að breytast, fólk hefur. Já, nútíminn er allt öðruvísi, þú áttu auðveldara með að aflaða lífsviðurværis og eignast eitthvað yfir æfina, heldur en að hókra bara alltaf á hverju mánaðarlaunum og eignast aldrei neitt. Heimur batnandi fyrir, vonandi. Hann er alls ekki, allavega fyrir flest. Alls ekki algóður og það er margt sem má gera betur en það er gott það er ýmislegt gott að gerast í þessu. Ég var að kíkja aftur á hérna á skuldurliðina í árreikningnum. Já, hérna þarna erum við að nálgast þessa það sem ég finnst alltaf svo skrítið, það sem ég finnst svo áhugavert að skuldir og eignir eru sama tala, en áður en við förum þar er hérna, það eru langtíma skuldirnar og svo skuldirnar alls, en svo er eigið fé og þar er hlutafé og leiðréttu mig að vera að bulla, en hlutafé er álitið skuld, er það ekki? En hvernig er það? Nei, sko, þegar þú leggur inn hlutaféð í fyrirtækið þitt upphálega, sem er 500.000 í einhver hlutafélag í dag, sem er lágmark 500.000, getur verið bara óendanlega hátt eða þú vilt, en svona 500.000 er lágmarkið.
að þá leggur þú 500.000 inn á banka sem að verður þá debitmegin í bókhaldinu á eignarhliðinni og einhver staðar þarf hann að fara í kredit. Þannig að hann stendur í kredit á hlutafé. Sem þá skuld við hluthafann við hluthafann í rauninni. Hlutafinn er búin að binda sitt hlutafé í félaginu og félagið skuldar basically þennan hlut. Þannig að ef að félagið er slitið að þá er allt gert upp úr hlutafé líka. Þannig að þá færðu peningið inn tilbaka ásamt ávöxtun ef að fyrirtæki stendur þannig. Þannig að þetta á alltaf að stemma eigið fé, hlutafé og skammtíma skuldir og langtíma skuldir er alltaf sama tala á eignarhliðin segir til af því að allt sem þú setur inn fer óneitanlega út á einhvern hátt annarkvort í hlutafé, skuld óráðstu við eigið fé og þess vegna eru þessar tölur svo saman? Yes. Allt sem fer í debit fer líka í kredit. Þetta er þetta ekki kallað tvöfalt bókhald eða tvíhliða bókhald? Tvöfalt bókhald, það er mafían. Það er mér umverulega. Það er hann að svörtu tekjurnar. Við höfum það ekki. Ég veinu sem við fengið til mín aðila sem var búin að gera rosalega flotta áætlun fyrir eitthvað verkefni sem hann var í og þá var hann búin að lista upp uppgefnutekjurnar og svörtu tekjurnar. Og ég sagði bara, við viljum ekki fá þetta til okkar, þú ræði hvernig þú gerir þetta, ég vil bara fá uppgefnutekjurnar til mín, ég veit ekki af hinnu. Og ráðlegging gerir þetta ekki svona? Nei, maður hefur ekki svarta bókhaldið á pappir. En að þú kemur inn á það að bókhald það er engin ábyrgð tekin á að þetta séu réttar upplýsingar eða eitthvað svoleiðis. Það er talað að bókhaldssvindl og svoleiðis. Hvernig virkar það? Hvað er það? Þú getur alveg fabrikerað ársreikning og sérstaklega ætlar að fara að selja félag. Þú getur alveg verið með einhverjar fáránlega tölur í tekjum og í veltu og getur alveg búið til ef þú vilt. Alls konar tölur. Og bara svona til að hafa það fyrirvara, það er ekkert sem bendir til þess að það sé neitt slíkt í þessum ársreikningum sem við erum að skoða. Alls ekki. En maður bara hugsar að því þetta er svo mikilvægt tæki til að sjá hvernig fyrirtæki standa. Maður velti fyrir sér hvort einhver fari í kringum þetta eða eitthvað svoleiðis. Hvort það sé kannski ekki stórt vandamál eða. Ég hugsa að það sé nú algengar að fólk sé að draga úr tekjum í sínum uppgjörum frekar en að reyna að blása eitthvað upp ekki nema þú segir og sért að fara að selja að þú blásur upp eignarhliðina þína með einhverjum eggfærir eitthvað þróunarkostnað eða verk í vinnslu það er helst þú tekur bara einhver fyrirtæki sem eru í kannski creative bransa þá er vola vinsælt að stækka eignarhliðina með því að búa til verk í vinnslu og þá ertu kannski komið með loforðum að framleiða eitthvað í framtíðinni kannski á næsta ári. Þannig að þú setur eggfærslu upp á verk í vinnslu peningar sem þú ætlar að fá henni næsta ári þá verður þetta hálfgerð viðskiptakrafa. En hvernig myndi því þá reiða af árið eftir? Þá ertu komin í þessa lúpu að þú þarf að gera þetta ár eftir ár eftir ár. Annars er þetta alltaf að taka þetta tilbaka. Þetta er svona mörgum þess að vera vítarhingur í rauninni. Já, í rauninni. Þannig og þetta er svona kannski þessi liðir að leiðum að byrja að sjá mikið svona uppblásnar viðskiptakröfur, verki vinslu, eggfæran þróun og kostnað eitthvað, þá þarf maður aðeins að skoða dýpra hvað er á bakvið þetta. Og þarna annað orð sem að kom inn í íslenska tungu af einhverjum krafti fyrir mér langar alltaf að segja 10 árum en það er náttúrulega verið 12 eða 13 ár frá árunni 2008 það er orðið viðskipta vild. Já. Það sást dálítið mikið í ársreikningum og gat blásið dálítið út og skroppið saman eftir því hvað þurfti. Hvað væri viðskipta vild verður venjulega til við samruna eða kaup tveggja eða fleiri fyrirtækja að þegar þú ert að kaupa við tökum bara dæmi að ein kvenfataverslan kaupir aðra og hún kaupir hann á 10 milljónir vörubyrðirnar voru bara 3 og þá er kannski gúdvilin 7 að þú ert með viðskiptasamband og annað hann á bakvið þannig að þú eggfærir 3 milljónir í byrðum 7 milljónir í viðskiptavild og borgar 10 milljónir
Þannig að síðan þarf þetta að afskrifa þessa viðskiptavild 10% á ári þá er hún búin. Ok. Og já, en maður sér þetta kannski ekki jafn mikið núna eða er þetta verður alltaf til við samruna og kaup og sölu. Nei, alls ekki. Það er bara þetta fyrir að, eins og segir, ef hlutir orðnir óeðlilega stóri og óeðlilega litli. Og ef þú kaupir félag sem er með, þú veist, bara einhvern engaleyfi samning við bara í einhverjum tölvubransa eða bara Apple eða eitthvað, þú ert með eitthvað svak góðan viðskiptasamning, þá er ekkert ólíklegt að þú sért að kaupa félagi með góðri viðskiptavild. Nei. Þú ert að kaupa lager bara á X og þú ert að kaupa kannski einhverjar orlofsskuldbindingar og annað á starfsfólki, yfirtekur starfsfólk og síðan er það bara mismunurinn á kaupverðinu er viðskiptavild. Þetta er gott dæmi, er það ekki eins og Tesla, ef þú skoðar virði Tesla, hlutabréfaverð Tesla er fáránlegt. Guðma vita hversu miklu meira heldur en hagnaður félagsins eða EBITDA eða tekjur og þetta er þá væntanlega það er bara trú á bara þetta er svo sexy fyrirtæki þannig að það hefur skipt rosalega miklu máli í svona fyrirtækja kaupum og sölum hversu sexy business þú ert að kaupa það er hundlegilegt að kaupa einhverju lögfræðistofu en kannski rosa spennandi að kaupa auglýsingastofu. Já, það geti verið. Tilefni til að fara í sundurliðanar, er eitthvað það sem að við getum skoðað og geti reynst gagnlegt? Já, alveg örugglega. Það sem að kemur fyrst alltaf er sundurliðanum bara á tekjum og öllu því sem við fórum yfir í rekstrarreikningnum. Já. Og það er alltaf áhugavert að skoða liðin sem heitir laun og launatengd gjöld. Það er rosa dýrt að hafa starfsfólk á launum. Það er bara að þú tekur allt með inn í orlof og veikindarétt og allt þetta, þá kostar þið svona 35-40% ofan á laun starfsmannsins að hafa hann í vinnu. Og það er bara þannig. Einhvers það reyndir svona búa til svona þumalputtarreglu að þú getur tekið útborguðu launin þín og tvöfaldaði. Það getur verið kostnaður við hvert starfsmann. Já. Það er svona alveg strípað er þetta yfirleitt 30%. Þá ertu bara með orlofið og mótframlagið í lífeyrissjóðan og tryggingagjaldið. Leið þú ert fann að taka með veikindarétt og styttingu vinnuvikunar og allt þetta þá ertu í svona 35-37. Þannig að starfsmaður með 500 skall hann kostar þig 650-700 sko. Akkurat. Já, það er stór liður í þessum í gjaldaliðnum þarna. Já, og þarna náttúrulega er fyrst og fremst þessi rekstur, hann bara byggir á því að vera með bara vörunotkun og svo starfsfólki til að vinna vinnuna. Þannig að þarna er launaliður tiltölulega hár, þú veist, sér að launaliðurinn er 14 milljónum hærri heldur en vörunotkunin. Já, þú með laun og launatengd gjöld hann upp á tæplega 55 milljónir. Já. Og vörunotkun upp á rúmlega 41. Já. Þannig að þetta er... Þannig að í hverjum kjúklingaborgara sem er seldur er meir en helmingur starfsfólki. Sko. Það er áhugavert þegar maður sér þetta svona. Sko. Þetta liggur ekki alltaf ljóst fyrir. Nei, alls ekki. Nei. Og svo er þarna almennur ekstrakostnar, hann er mjög vel útlistaður. Já. Og kannski ekkert þannig séðum hann að segja? Nei, ekkert svona sem þarf að fara í bara mjög basic sko. Já. Og þannig tekið fram að húsalegan er án vask, það er mismunandi hvar þú ert að leigja, hvort að húsnæðið er skráð í vaskskráningu eða ekki. Hvað ræður því? Það þarf að vera sérstök skráning á fasteigninni sem að umræðir, sem er í útlegu. Okay. Þannig að flest öll fasteignafélögin eru með leigu með vask. Já, okay. Þannig að þau eru bara í þeim bransa. Ég skil. Og svo er þarna síðast í reikningi, það eru skýringar og það er svona, þá er farið yfir hvernig... Já, farið í sundurliðun og vaxtatekjum og vaxtagjöldum og fasta fjármununum, hvort það hefur verið keypt eitthvað á árun eða selt, sundurliðun og fyrningum. Þarna vantar, finnst mér, yfirleitt á að koma þarna fram prósentu hlutfalli á fyrningunum.
Venjan að fyrna 20-35% af þessum almennu fasta fjármunum. Þessi afskrifta hlutfall. Já, áhald og tæki. Já, mér sýnast þau vera sett bara á næstu blaðsíðu. Þetta svona hér og þar afskrifta hlutfall. Hvað svona fyrir okkur leikmenn, afskriftir og afskrifta hlutfall, hvað þýðir þetta þegar þú afskrifar eitthvað? Ef þú kaupir bíl á 5 milljónir, þá afskrifar hann kannski á fyrsta ári 20% eða 1 milljón, þá hann á bókverði verði hjá þér á 4 milljónir. Þannig að þú lítur svo á að, eða það bara reglur það hann lækkar í verði. Já, og bara sem að gerist með fasteignir og bíla og áhald og tækja, þú þarft að endurnýja þetta á vissum tímapunkti og þannig að þú rýrir alltaf niður, þá ætlaðu komin í svo kallar hrakvirði, það er þess að 10% af upphaflegu kaupverði og þá afskrifar ekki meira, annarkvort þá bíllinn eða áhaldið eða hvað afskrifaða fullu þegar það er ónýtt eða þú kaupir hreinlega nýtt og selur á annarkvort með söluhagnaði eða sölutapi. Og þú þegar þú afskrifar, þegar þú kaupir bíl á 5 milljónir þú afskrifar hann 20%, þá fer hann úr 5 í 4. Afskrifar hann svo aftur 20% af upphaflegu kaupverði eða eftir stofnunum sem er eftir? Af stofnunum sem er eftir. Þannig að þá þurfum við að taka 20% af 4 milljónum og ég get það ekki það er 800.000. Takk fyrir. Og svo kolli. En það á við sem sagt bifreiðar og áhald og tæki, en fasteign til dæmis, hún er afskrifuð alltaf af upphaflegu kaupverði. Já, ok. Já. Þannig að það er þessum afskrifta grunnur. Já, ok. Fyrningagrunnur. Heyrðu, erum við þá ekki bara komin í gegnum? Er það ekki bara? Gegnum þetta. Svo er svona skýringar á sjóðstreymi þarna? Já, sjóðstreymi er skyldu partur af ársreikningi. Þarf alltaf að vera með. Og það er svona þetta sem að sýnir okkur hvað fyrir inn og út úr budunni. Já. Það er svona besta skýringin á því að þú hugsa bara sjóðstreymi sem bara vasan hjá þér. Já. Að handbært fé frá rekstri er sem sagt tekjurnar sem koma inn og síðan er þá breytingin á budunni hvað fór í sem sagt hækkun og lækkun og á viðskiptakröfum og viðskiptaskuldum og hvort þú fjárfestir eitthvað eða tókst lán. Þannig að það sem eftir situr ef að sjóðstreymi stemmir að þá á sama niðurstaða tala að vera hér handbært fé í ársbyrjun og sem sagt breyting á handbæri fé endar í 11,8 sem er þá væntanlega sama tala og er á eigna hliðin í ársreikningnum sem handbært fé 11,8 undir veltu fjármunum. Þannig að það er svona, mér finnst það þægilegasta útskýringin á sjóðstreymi, það er bara buddan þín, það er bara seðlaveskið. Bara inn og út. Já. Þannig að þá er þessi ársreikningur yfir farinn. Já, áður en við skrúðum frá hljónumannum þegar við settumst hérna niður, þá varst að tala að þú hefur gert svona í rauninni, hvað maður segja, kennslumyndbönd fyrir vefinn frami.is. Það er hægt að fá svona upplýsingar alls konar og meðal annars þetta. Þú talaður að fólk sem er að læra til að með einhverja iðn og er líklegt til að munu starfa einhver leiti sjálfstætt, ekki nema bara ráði sig vinnu sem eru þetta algengt líka. Það fer ekkert mikið fyrir kennslu í þessum hlutum. Nei, og vantar í rauninni alveg inn í þessar starfsgreinar sem er verið að kenna þar sem að þú oft á tíðum vinnur rosa mikið sjálfstætt eða sem undirverktæki eða eitthvað álíka. Að það vantar að kenna fólki svona basic rekstrar hugsun og bara hvaða skyldur og hvaðir hvíla á þér þegar þú ferð í rekstur. Það var rosa margir byrja bara tökum bara smiður ákveður að fara að vinna sjálfstætt og fara sér vasknúmer og sína eigin kennitölu. Gerir sér ekki grein fyrir því hann á að skila reiknuð endurgjaldi mánaðarlega og rukka vask og skila honum á 2 mánaða fresti og þetta getur valdið og dæmin sína að stór hluti af því sem að veldur gjaldþrotum einstaklinga eru einstaklingar í rekstri sem að ráði ekki við rekstragjöldin sem að fylgir því að vera í rekstri. Það er svo auðvelt að vera verktæki og selja fyrir 10 milljónir árið 2020 svo bara endalaust COVID og þú selur bara fyrir 3 milljónir 2021. Þú átt ekki séns á því að borga skatta og gjöld af milljónunum frá árun og undan
ef þú ætlar að borga það alltaf eftir á. Þú þarft að halda því kyrfilega til haga. Já, þess vegna er best að vera, ef þú ætlar að vera í sjálfstæðri starfsemi, að skila sköttum og gjöldum reglulega. Bara við ráðleggjum fólki sem er að fara í bransa og eigin kennitölu, skilaðu reiknuðu endurgjald á sama tíma þú afla teknana. Því að það er rosalega auðvelt að fá 500 skall í buddun í dag, eigðunum öllum, en þú átt eftir að borga 250 skall í lífeyrissjóð skatt af þessu. Reiknað endurgjald, það er í rauninni bara laun sem sjálfstætt starfandi. Sjálfstætt starfandi kallast reiknað endurgjald þegar þú ert að vinna á eigin. En það er í rauninni bara þessi hefðbundnu launaseðill. Já, akkurat. Þetta er bara annað nafni við laun. Já. Okay. Þannig að þarna festast margir í skrúinu og eru svo bara konur með svaka hala og þó að skatta embættið okkar sé frábær stofnun og vinni vel og allt það, þá er þetta svaðaleg okkurlána starfsemi. Það má bara eiginlega segja það þannig að ef þú lendir í vanskilum með skatta, þá er það bara svakalega dýrt. Er það bara yfirdráttavextir eða meira? Sko, af virðisaukaskatti og launasköttum, staðgreiðslu tryggingagjaldi, þá borgar 1% álag á dag fyrstu 10 dagana. Þannig að ef þú áttir að borga 2 milljónir í vask, þá borgar 2,2 eftir 10 daga. Það er rosalega mikið. Já, þannig að... Ok, það er eitthvað að passa upp á þetta. Yes. Þannig að þarna er svo rosalega auðvelt að tapa pening, sko. Og þannig þetta er svo margt annað, það er gott að leita sérfræðinga og byrja og einmitt töluðum í einu þætti hérna erfðaskrár og svoleiðis og allt svoleiðis að fólk veigra sig kannski við að setja einhverja þúsundkalla, 20.000 í það að tala við lögfræðingum það hvernig að ganga frá þessum málum, lenda svo í meiri háttar vandræðum síðar meir og þetta er kannski svipað, það er næra bara að hafa samband og leita ráðgjafar. Bara afla upplýsinga og vefurinn hjá skattinum er rosalega góður og ef fólk er að spá í að fara í starfsemi að bara lesa basically, lesa bara vefinn og lesa allt sem að tilheyrir virðisaukaskattsumhverfinu, reiknað endurgjaldinu allar skatta og skyldur sko. Já, algjörlega. Og ef að þú stendur frammi fyrir því að þú sjáu fram á að þú getur ekki borga vaskinu mánaðamótin þá mun ódýrara fyrir það að taka yfirdrátt í bankanum og borgan heldur en að taka þetta 1% á dag í 10 daga í álagi. Þetta er svakalega mikið. Þetta er svakalega mikið. Gerir það líka verkum að fólk kannski skuldaði 500.000 og svo bara veit ekki fer til að skuldin er orðin 750 og það á ekki þreka fyrir þessu þá. Þannig að það ertu bara komin í vítarhring. Það er ekki gott. Nei. Það er alls ekki gott. Og ef þú átt eitthvað upp í skuldina þína að milli færðu frekar á skattin það sem þú getur frekar en að láta allt bíða sko. Já, ég skil. Ég skil. En nú erum við komið langt út fyrir ársreikninguna. Það er mjög gott, það er fínt að minna á þetta en við erum með annan ársreikning sem við getum svona, því við erum búin að fara í hinn daldi ítarlegar, þá getum við farið í hann. Það er ársreikningur hérna KFC. Já. Og hann er eins og við sögðum á það fyrir árið 2019 og þið getið stokkið inn á leif.is og sótt hann þangað eða inn á vef skattsins og sótt hann í fyrirtækjaskrá. Þegar maður opnar þennan ársreikning þá sérðu strax að það er kannski aðeins svona umfangsmeiri til dæmis skýrsla á áritun stjórnar og framkvæmdastjóra. Já. Hvað skýrir það? Þetta er bara endurskoðaðar ársreikningur og þá kom inn meiri kröfur og meiri skyldur og þetta er náttúrulega miklu stærri rekstur heldur en nokkuð tíman á Suðurveri. Það er kannski ekkert sambærilegt að því leitinu til, eina sem þessi félög eiga sameiginlegt er að þau selja bæði kjúkling en umfangið og allt þess áttar er mjög ólíkt. Já, þarna eru 145 starfsmenn á móti, ég sá nú ekki hvað það var í... Nei, ég held að það hafi ekki komið fram. Það kom ekki fram, nei. Og tekjur er hvað? Já, við skulum skoða það. Við skoðum það aðeins. En þarna er komið inn á COVID í þessu. Já, mörg fyrirtæki sem eru í þessari stærðagráðu, þau tóku tillit til COVID. Það var svo mikil óvissa að þessi ársreikningur er náttúrulega unnin 2020 þegar COVID er skollið á og það veit enginn eitt hvað verður og COVID náttúrulega getur haft bæði
sko jákvæðar afleiðingar og neikvæðar í rekstri. Akkurat. Og ég er nú ekki búin að sjá 2020 ársreikningin því að hann er ekki komin á KFC en með það sem maður heyrir og hvað þeir eru orðnir stórir þá myndi ég halda að COVID hefði bara verið ágætt ár fyrir KFC sko. Allir heima allir heima bara borgar sér Þarna sér maður strax sko, þegar maður fer í gegnum þetta skýrsla áritun og í raun á næstu síðu þar er áritun óháðs endurskoðanda. Já. Hvað þýðir þetta? Hver er munurinn til dæmis á þessu og áritun skoðunamanns? Við komum aðeins inn að áðan. Já, áritun skoðunamanns er náttúrulega bara miklu veiga minni áritun og er þá bara að vinna upp á bókhaldi félagsins og tekur enga svona fasta liði til endurskoðunar. Það er ekki verið að fara eftir neinum svona IFRS stöðlum eða þess áttar, þessum reikningsskila stöðlum. Kannski meira verið að fara eftir ársreikningalögunum sem eru minni lagabálkur heldur en alþjóða reikningsskila staðla sem þessir væntanlega gerður upp eftir. Já. Og svo er farið þarna alveg í ábyrgð endurskoðanda og þannig að koma þeir einmitt inn á við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og við höfum faglega gagnrýni og síðan kemur bara upplistun á því sem að þeir gera og hvað þeir taka til nánari skoðunar. Þetta er allt saman miklu viða meira. Miklu viða meira og miklu meiri lagaákvæði og miklu meiri vinna. Og þarna þegar þessu sleppir þá erum við þarna komin í rekstrarreikningin og við sjáum strax að já, þetta er töluvert umfangsmeiri rekstur heldur en er seldu aðeins meiri kjúkling. Já, það er kjúklingu fyrir 3,4 milljarða. Já. En þarna sérðu samt sem áður að framleiðin þú ber saman kostnaði að vera seldra vara og seldar vörur að hún er ekkert, það er ekkert mjög mikil munur. Nei, þrátt fyrir alla þennan stærðamun. Já. Þá viðhelst þessi framleið af kjúklingnum í rauninni. Þannig að hlutföllin eru ekkert ósvipuð eða hvað? Okay. Það er rosalega áhugavert. Já. En þarna náður væntanlega í ljósi sko stærðar og hagræðingar að laun og starfsmannakostnaður er lægri heldur en vörunotkunin sem var öfugt í hinum ársreikningum. Já. Kostnaður seldra vara, það er vörur og vörunotkunin, það er 1,3 þarna, en 1,1 er laun og annars starfsmannakostnaður. Og með við vorum að horfa á 40 milljónir og 55 Akkurat. Í laun og launatengd gjöld. Akkurat. Þannig að þarna liggur kannski þarna er væntanlega hagræðing í ljósi stærðar sko. Og þarna fáum aftur þetta tölur rekstrarhagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld og þarna erum við aftur svo maður slá sig, þetta er EBIT, er það ekki? Þannig er búið að setja afskriftirnar inn í þetta. Já, afskriftirnar eru komnar inn. Já. En fjármagnsliðirnir koma þarna fyrir aftan. Og svo kemur hagnaði fyrir tekjuskatt og tekjuskatturinn. Já. Merkilegt sko hvað þegar tölur verða svona stórar tengir aðeins minna við þær. Já. Þetta er svona óraunhæft fyrir leikmannina. Þegar sko með ekstra hagnaður þetta hleypur á 120 milljónum og hagnaði 92 maður það eru hvað mörg mánaðarlaun eða mörg árslaun einhvern veginn. Þannig að maður, Já, hjá mörgum væri þetta kannski 10 árslaun sem að koma það í hagnaði einu ári. Já. Sem stafar auðvitað bara mjög mikill í veltu og mikið umfang og bara mikill rekstur. Ég meina, KFC með hvað, 8 staði eða eitthvað? Já, bara góð spurning, ég hef ekki tölaði. 100 og eitthvað starfsmenn Já, var einhverstaðar heyrði ég að KFC í Mosfellsbæ, þetta var stærsti KFC í Evrópu. Já, minnst það ekki dólíklega. Mjög flott fyrirtæki og Helgi á hróskili. Klár kall. Og þarna er rekstrarreikningurinn og maður sér það strax, þetta er miklu styttri í rauninni. Já, hann er ekki eins ítarlegur og hinn var, það er miklu meiri svona hnitmiðaðri upplýsingar, það er ekki eins ítarlega uppbyggður og nánar svona útlistaður. Já. En hann segir samt sem allt sem segja þarf. Sko. Það er ekki þarna sem að þið vantar í rauninni. Nei, og þetta er tíðkast alveg, sérstaklega fyrir fyrirtæki í samkeppnisrekstri að þetta algjörlega. Að vera með þetta allt saman
allt saman svona tekið saman. Og svo þarna efnahagsreikningur, það er ljósmyndin. Það er ljósmyndin. Og þar er eitthvað svona sem vekur áhuga eða athygli umfram annað þarna, ef maður horfir á þetta í fljótu bragði. Nei, í raunin ekki. Þetta er bara hefðbundin. Já, þetta er bara, það er ekki þarna sem er óeðlilegt, sko. Nei, ég veit. Það er ekki búið að blása neitt upp, hérna. Nei, allt bara eftir bókinu, virðist vera. Það er ekkert sem þú getur hugsað bara, hvað er að baka þetta? Nei, akkurat. Og þarna er aftur, eigið fjó skuldir og eignir, samtals. Þetta gengur upp. Þetta gengur upp. Já. Þannig að viðskiptaskuldirnar hérna lækka töluvert á milli ára og hérna. Það er alltaf gott, eða ekki? Það er alltaf mjög jákvætt að skuldarliðin lækki og að þú sért með 800 milljónir í óráðstafað eigið fé, það er ekki sem mest. Nei. Það er nægt svigrúm þarna til arðgreiðslu. Nú þeir eru svona komin í gegnum svona megnið af þessum reikningum. Hérna, hvað ef fólk hefur áhuga á að kynna sér ársreikninga og lesa þetta, hvað er svona það mikilvægasta sem þú ætti að horfa á? Ef þú ert að velta fyrir þér gangi fyrirtæki eitthvað svoleiðis, það er sjóðstreymið, sjá hvað kemur inn og hvað fer út. Hvernig fyrirtækið sem sagt ber sig yfir árið. Og síðan þá bara hérna arðsemin, hvað er að koma út úr rekstrinum á hverju ári. Ertu alltaf í járnum, ertu bara með jafn mikið að tekjum og gjöldum, sérðu fram á að geta borgað þér þau laun sem að þú þarft og mannsamandi laun. Það er ekki gáfulegt að vera að reikna sér bara 100 áskallin á mánuði og ætla svo að taka hitt alltaf út sem arð ef það er engin arðsemi, sko. Einmitt, það er erfitt. Þannig að það verður alltaf að sitja eitthvað eftir í kassanum. Já, akkurat. En svona þegar maður svona ætlar að dæma fyrirtæki og vita hvernig því gengur og hvað þú sér fyrir með framtíðin á fyrirtækinu, þá horfir við fyrst og fremst á sjóðstreymi. Já. Þannig að það er þarna á blaðsíðu 8 hjá KFC. Já. Þarna sérðu að hérna, veltufé frá rekstri, það sem að reksturinn er að skila í veltufé er 176 milljónir. Nú við veltufé frá rekstri, það kemur þarna undir tekjum, það kemur fyrst afkoma ársins og síðan er bætt við í rauninni niðurfærslinu og afskriftunum. Ok, já. Því að það er svona það sem ekki hefur áhrif á fjárstreymi. Já, akkurat. Þannig að félagið er að skila veltufé upp á 176 milljónir og handbæru fé upp á 139. Já. Sem er bara mjög gott, sko. Og þetta eru svona lykil tölur í þessum hlutum. Já. Og þarna sérðu að það var samt sem áður greiddur út arður upp á 64 milljónir í fyrra. Eða 2018. Eða 2019. Þannig að þetta er rosalega heilbrigður rekstur, bara flottur rekstur. Já, gengur vel. Já. Svona þegar maður er búin að lesa nógu marga ársreikninga, færðu bara á tilfinninguna hvernig rekstur gengur bara því að sjá? Þarftu mikið að kafa á þetta? Nei, ég er orðin fljót að sjá þetta. Já. En hérna Þetta er æfing. Já, það er alveg góð æfing að lesa ársreikninga og þeir eru mismunandi ítalegi, bara eins og við sjáum á mununum á þessum tveim og sumir eru mjög takmarkaðir og veita manni litla einsýn, sko. Já. Þannig að Já, og hér er sko ef við förum hratt yfir svo og förum á síðustu síðuna, þar er það sem við kalla atburðir eftir lok reikningsskiladags. Já. Og þá erum við aftur komin í það sem er alltumlíkjandi, það er heimsfaraldur. Já. Og þarna er einmitt verið og þetta er svona, er þarna sá sem að skrifa ásreikningin eða semur, er það svona að flagga því, heyrðu, þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga? Já, algjörlega. Já. Og er bara partur af reikningsskilastöðlunum að ef að þú sért, ef þú ert með eitthvað fyrirliggjandi eða eitthvað sem að þú hefur hugmynd að geti haft áhrif á afkomi félagsins á
næsta ári eða ókomna framtíð að þá berðir að upplýsa það. Okay. Og það eru svona gerðar skynsamlegar kröfur, þú þarft ekki að vera spámaður til þess að bara það sem er í gangi í umhverfinu hverju sinni. Já, bara, þú veist, eins og bara efnahagshrunið hafði á sínum tíma og fólk vissi ekkert í hvað fótið það átt að stíga, sko. Já, þannig að það eru margir ársreikningar þar sem er fyrirvarum allt saman. Já. Þannig að, og bara eins og núna, ég hugsa að flest öll hótel og ferðarþjónustu fyrirtæki séu með einhver áritunum áhrif COVID, sko. Og einmitt fyrirtæki í veitingarekstri, bara allur pakkin. Já. Ég held að séu nú komum bara ansi langt með þetta. Er það ekki? Jú, ég held það og ég vona að þetta var allavega verið mjög verandi hérna með þér að fara yfir þetta og renna í gegnum þetta. Það verið mjög fræðandi fyrir mig. Ég skil ef að hlustendur vilja kannski taka annað áhlaup á þetta og fara betur yfir þetta. Þetta er ágætis svona æfing að lesa þetta og setja sig inn í þetta. Bara getur verið gaman að skoða, félag sem þið hafið áhuga á að skoða ársreikningarna þeirra og fá að vita út af hvað fyrirtæki gengur í rauninni. Já, og það er orðið mjög auðvelt að geta bara sótt. Já, af því að þetta er allt orðið aðgengilegt í dag og bara eru opinber gögn. Þannig að fyrir fróðleiksfúsa hlustendur sem að vilja kynna sér þetta, bara fara á svona ársreikningaæði. Já, opna rauðsflöskuna og taka nokkar ársreikninga. Ekki að láta þetta vera loka orðið. Silja, takk kærlega fyrir komuna. Þetta er bara fróðlegt spjall og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagna þessu spjalli þá máttu endilega benda vinnuðinum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að penningur. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitin að penningur. Takk fyrir að hlusta.